Einn sá flokkur sem að nemendum finnst vera erfiður en það eru atviksorð. Þá bara að gera að beita útilokanaðferðinni. Atviksorð þau standa oftast með sagnorðum, lýsingarorðum eða öðrum atviksorðum. Ef þau standa með sagnorði, Tumi hleypur hratt og þarna orðið hratt. Við sjáum að sum atviksorð þau stigbreytast eins og lýsingarorð. En af hverju þetta ekki lýsingarorð? Það af því að það ekkert eitt fallorð sem að þetta orð að lýsa. Hann mjög fallegur. Hérna svona verið að koma með meiri áherslu á lýsingarorðið. Það verið að herða það. Hann ekki bara fallegur, hann mjög fallegur. Og svo getur líka atviksorð verið með atviksorði. Jónas kemur ekki hingað. Jónas syngur mjög vel. Getur verið 2 atviksorð. Svo eitt atriði sem mjög gott að hafa í huga. Og það til að finna út hvort orð sé lýsingarorð eða atviksorð. Þá alltaf gott að skipta tölu eða kyn. Ef að orðið breytist þegar við setjum það til dæmis í fleirtölu, þá orðið lýsingarorð. Tökum dæmi sem að hér Fjallið hátt. Nú fyrir að hugsa allir þetta orð sé atviksorð eða lýsingarorð. Hátt, hærra, hæst, það getur lýsingarorð. Þá prófa ég að setja fjallið í fleirtölu og í staðinn fyrir að segja fjallið þá segi ég fjöllin. Fjöllin hátt. Nei, ég verð að segja fjöllin há. Orðið hátt breytist í há sem þýðir að það lýsingarorð. Hér annað dæmi setningu. Kötturinn mjálmar hátt. Nú ætla ég að prófa að setja kötturinn í fleirtölu og segja kettirnir. Kettirnir mjálma hátt. Orðið hátt breytist ekki sem þýðir. Það atviksorð. Flokkar atviksorða eru 5. Þeir fjalla hvernig eitthvað gert sem háttaratviksorð. Vel, illa. Hvar eitthvað á sér stað. Inni, úti, staðaratviksorð. Hvenær eitthvað gerist sem tíðaratviksorð. Snemma, seint. Það getur verið notað til áherslu sem áhersluatviksorð. Og svo það spurnaratviksorðin sem að sett fram spurning hvernig, hvar, hvenær og þess háttar.